Hvernig reiknum við þetta? Fer út á hjóla. Það sem skiptir máli eru hraðarnir hérna. Hinn textin skiptir ekki öllu máli. Ég þarf að vita, það er spurt hröðun. Hvernig reikna ég hröðun? Jú, lokarhraði mínus upphafshraði. Hver er lokarhraðinn? Hann er hér. Og þá skrifa ég 72. En, nú er ég að passa mig. Upphafshraðinn 10. Heyrðu, það er ekki sama eining. Þá ætla ég að ákveða, ætla ég að gera þetta í metrum á sekundu eða kilometrum á klukkustund. Í raun breytir það ekki öllu nema ég verða að ákveða. Og ég held að það sé auðveldar að gera þetta í kilometrum á klukkustund því að hér eru mínútur. Það er auðveldar að breyta þeim í klukkustundir heldur en sekundur. Þannig ég ætla að breyta þessu í kilometrar á klukkustund og þá þarf ég að gera sinnum 3,6. Og þá verður þetta 36 kilometrar á klukkustund. Þá ger ég 72 mínus 36. Ástæðan fyrir því að við margföldum með 3,6 er að það eru 3600 sekundur í mínútu. Nei, 3600 sekundur í klukkustund segi ég. Og 1000 metrar. 3600 delt í 1000 er 3,6. En hver er tíminn hérna? Er það 30? Nei, því að ég er að vinna með kílómetra á klukkustund. Þannig ég verð að skrifa þetta sem klukkustundir sem er 0,5. Þetta verður 36 delt í 0,5. Hröðunin er 72 kílómetrar á klukkustund í öðru. Það þýðir að fyrir hverja klukkustund sem líður, þá eykst hraðinn 72 kílómetra á klukkustund. Þess vegna er þetta 72 kílómetrar á klukkustund. Þess vegna er þetta annaveldi. Enda, fyrst hann eykur hraðinn 36 km klukkustund á hálftíma, það lítur að vera tvöfalt það þegar við erum að vinna með heila klukkustund. Þannig að passa einingarnar, þær verða að parast saman. Ég get ekki gert bara 72 mínus 10 delt með 30. Þá fæ ég tóma þvælu út úr þessu.